Hæ, ég heiti Ólafur. Takk fyrir að horfa á þetta myndband. Ég ætla að reyna að vera eins stuttorður eins og mér unnt. Ég hef, eða í það minnsta, þá finnst mér að ég hafi mjög mikilvæg skilaboð til þín. Ég veit ekki hver þú ert eða hver staðan þín er. Það má vel vera að þú sért velmegandi eða jafnvel búir við skóla eða einhvers staðar þar á milli. Kannski eigum við margt sameiginlegt og kannski bara hérum vel ekki neitt. En eitt er það sem að flest fólk í nútíma samfélagi hraða á neyslu á þó sameiginlegt. Það er að langa til, þurfa eða jafnvel að verða að hafa meiri peninga úr að spila. Auk þess sem að flestir kjósa auðvitað að hafa rýmri tíma fyrir fjölskyldu sína og til að geta sinnt áhugamálum sínum. Er þetta rétt eða rangt? Já, auðvitað er þetta rétt tilgáta hjá mér. Ég kann ráð öllum til handa sem að uppfylla eitt einfalt skilyrði, einfalt en mikilvægt. Og það er að hafa nægilega þrá til þess að gera eitthvað í málinu. Ég er auðvitað fullviss að ekki muni allir nýta þá leið sem að ég mun benda á og í rauninni ekki nærri því allir. En ég vona sannarlega að þú gerir það. Ég vinn á netinu eins og það er kallað og hef gert það nokkur ára skeið. Þrátt fyrir sífellt harðnandi samkeppni á þeim vettvangi hafa tækifærin aldrei verið fleiri. Sjáðu til, ég kynni til leiks nýtt fyrirtæki með traustan bakgrunn sem er að hasla sér völl á auglýsingamarkaðinum á internetinu. En auglýsingamarkaðurinn er einmitt sá þáttur netþróunarinnar sem vex hvað hraðast þessa mundir og hefur reynda gert á síðustu árum. $margmilljarða markaður. Tækifærið sem að núna býðst felst í afar einfaldri vinnu eða framkvæmd inni á vefsvæði sem að þú fær aðgang að ef þú slær til. Hér er svo einfalt framlag að ræða að þú getur innta af hendi á nokkrum mínútum dag hvern. Þú getur hæglega klára dagsverkið þitt á neinnar opinberunar eða tilkynningar hvað þú ert að sýsla við. Þú getur líka gerst markaskúru og auki tekjur þínar enn frekar viljirðu það. Þú skráir þig inn fritt til þess að byrja með. Greiðir þú í raun skráningagjaldinu. Þú mátt greiða $50 eða þú mátt greiða $5.000, allt eftir þínum eigin áhuga. Þú ert í raun að greiða fyrir auglýsingarými ef þú ert í einhvers konar öðrum bransa myndu nýta þetta auglýsingarými. Hafið þú hins vegar ekki þörf fyrir það, nú þá það. Það breytir engu eða skerðir tekjuafkomu þína að neinu leyti. Ef þú ert núna að tuldra við sjálfan þig að þú hafir ekki tíma, þá er svarið. Sá sem ekki getur fundið 15 mínútur á dag ef að mikið liggur við er virkilega upptekinn. Ég skal viðurkenna það. En gætir þú tekið þessa 15 mínútur frá einhverju öðru til þess að auka hagsæld þína og lífsafkomu? Auðvitað. Kannski ekki án þess að láta einhvað annað á móti, en hvenær hefur þú fengið einhvað án þess að færa einhverja fórnir á móti? Nú ertu að hugsa kostar þetta ekki mikið? Rétta spurningin er reyndar, hve mikið fæ ég? Hve mikið get ég hagnast? Kostnaðurinn er hindrun, hagnaðurinn er aflgæfi. Heyrði ég einhvern hvísla, ég á engan pening í svona nokkuð. Því get ég vel trúað. En ég veit líka að ef þú gerir þetta ekki og heldur áfram að gera allt eins og áður, þá myndu aldrei eignast hann. Það þýðir í raun að þú verður að breyta einhverju. Ef mikið liggur við, þá finnur þú peningana sem til þarf. En þetta er vissulega mat hvers og eins. Langar þig nógu mikið
í breytingu til þess að þú skeri niður á einhverju sviði eða útvegir þessar krónur sem til þarf með einhverjum hætti. Ég ætla að segja þér sögu. Vinkona mín ein farið af stað þess að hún að spara fyrir símreikningnum sínum. Eftir 40 ára starfsæfi á hún ekki fyrir símreikningnum nema að herða ólarnar síðustu daga mánaðarins. Auðvitað á hún að láta loka símanum í mánuð eða 2 og nota peningin í þennan business því að annars hún enn að skrapa úr smáverðaboxinu fyrir símreikningnum sínum eftir 10 ár. Eftir hverju býður fólk eiginlega? Töfralaust? Gott og vel, það má segja það að þetta sé einmitt töfralaust. En það engin þrá breytingar að baki ef að maður ekki tilbúinn að fórna neinu til þess að öðlast breytt ástand. Harðneskjulega sagt kannski, en svona það. Kæri hlustandi, ég vildi að ég kynni formúlu sem fengi þig til þess að skoða það sem ég boðið Svo fullviss ég að þú, ég og hver sá sem áhuga hefur og framtak til þess að gera það sem að til ætlað getur nýtt okkur þetta til verulegs tekjuauka til lengri tíma. Ég vinn eftir formúlu sem þekkt sem kölluð 30-30-30 formúlan. Til þess að gefa smá hugmynd þá standa þessar tölur fyrir 30 sekúndna ákvarðanatöku, 30 daga skuldbinding sem veitir 30 ára hagsæld. En ég segi betur frá því seinna takir þú ákvörðun að slást í hópinn. Fylltu nú út formið á síðunni og leyfðu mér að sýna þér myndband sem leiði þig betur í gegnum það sem að máli snýst Kannski og vonandi munt þú geta séð þig í þessu og haft góðan hag af. Takk fyrir að horfa þetta myndband til enda og sjáumst á næstu síðu þar sem að ítarlegri upplýsingar að finna. Sjáumst þar.